541. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar settur. Fundurinn haldinn á Tjarnargötu 12 kl. 17 þann 3. apríl 2018. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Eysteinn Eyjólfsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Davíð Páll Viðarsson, Gunnar Þórarinsson, Kristinn Jakobsson, Árni Sigfússon, Ingibjörg Sæmundsdóttir, Böðvar Jónsson, Baldur Guðmundsson og Guðbrandur Einarsson ásamt bæjarstjóra Kjartani Má Kjartanssyni. Það eru 3 mál á dagskrá fundarins, en þau eru fundargerð bæjarráðs frá 22. mars, nr. 2 fundargerðir stjórnar Reykjaneshafnar frá 13. og 27. mars og nr. 3 persónuverndar Reykjanesbæjar fyrri umræða. Tekin fyrir 1. dagskrárliður, en það er fundargerð bæjarráðs frá 22. mars, orðið laust. Guðný Birna Guðmundsdóttir. Kæri forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég kem undir lið bæjarráðs lið 4, auka fjárveiting vegna rekstur landnámsdýragarðsins. Ég vil fagna þessu framtaki að við ákváðum að veita auka fjárveitingu að hafa dýragarðinn okkar opinn í sumar og þetta er fjölsótt af börnum bæjarins og vil ég fagna þessu. Það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs fundargerð bæjarráðs. Þeir sem samþykkt geta fundargerð bæjarráðs, mennum ekki að merki, hún er samþykkt 11-0. Þá er það liður nr. 2 sem er fundargerðir stjórnar Reykjaneshafnar frá 13. og 27. mars, orðið laust. Davíð Páll Viðarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, herra gestir. Ég kem hérna upp undir ársreikningi 2017. Það er það sem ég ætlaði aðeins að renna yfir svona helstu liði úr ársreikningum, en það er tap upp á 655 milljónir og samanborið við 428 milljónir tæpar árið á undan. Við förum yfir tekjunar, þá er seld þjónusta upp á 337 milljónir á árinu og eykst 17,8% frá árinu á undan og aukningin má fyrst og fremst rekja til aukinna vörugjalda í Helguvíkurhöfn, en mikið til af þeim tekjum eru hérna í raun og veru óvissu eins og staðan í dag út frá bara stöðuna á kísilverinu og fleira til, sko. Laun og launatengd gjöld jukust rétt 12% og það er aðallega út af bara kjarasamningsbundnum hækkunum. En það sem er kannski svona, sem kannski maður horfir mest ofan í eru í raun og veru þessi gríðarlegi kostnaður á í raun og veru höfninni í fjármagnsliðum. Það er rétt 500 milljónir í kostnað þar. Það er eitthvað sem við þurfum að finna lausn á og setja það í eitthvað ferli, því að við erum bara blæð út þarna eins og staðan er núna, sko. Gjörðu svo vel. Er ársreikningur hafnarinnar til umræðu núna og samþykktar á fundinum? Hvað stendur bæjarstjórn? Ekki til samþykktar, nei. Hann ekki til afgreiðslu hér. Það verður lagður fram bara ásamt öðrum reikningum samstæðanráðs til að fara að kjá. Það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs undir fundargerðum Reykjaneshafnar, stjórnar Reykjaneshafnar. Þeir sem samþykkt geta fundargerðirnar eru beinum ekki að merki. Þær eru samþykktar 11-0.
Þá er komið að lið nummer 3 sem er síðasti liðurinn á dagskrá fundarins og varðar persónuverndarstefnu Reykjanesbæjar sem var til umræðu í bæjarráði síðastliðnu bæjarráði og eins og með aðra samþykktir þá þarf slíkt að fara fyrir bæjarstjórn í 2 umræðum og það er þarna verið að leggja á okkur ákveðna hluti sem koma frá Evrópusambandinu og inn á persónuvernd.is er að finna ýmsar upplýsingar þetta. Það var ákveðið fyrir rúmu ári síðan af forsetum Evrópuþingsins og ráðsins að ráðast í nýja persónuverndarlöggjöf og hún ætti að koma til framkvæmda núna í lok maí. Og það er við það miða að persónuverndar séu hluta af EES-samningi og því mun það verða að fara inn í íslensk lög. En þau lög hafa ennþá ekki séð dagsins ljós og við erum auðvitað að bíða eftir þeim og þau munu þá í framhaldinu vera það sem menn þurfa að byggja á í framhaldinu en það eru komin ýmis verkfæri til að vinna með sem að þarf að skoða áður en eða til þess að menn standi undir eða geti framfylgt þessum lögum og það er verið að leggja þarna alls konar skyldur, nýjar skyldur á alla þá sem með einhverjum hætti að vinna með persónuupplýsingar og það verður auðvitað íþykjandi fyrir ýmsa að komast í gegnum það. Það er verið eða fyrirtæki þau þurfa að móta sér einhverja persónuverndarstefnu og þá gildir það bæði lítil og stór fyrirtæki hvort sem þau eru opinberið eða á einkamarkaði og það er nú það sem við erum að gera hér að uppfylla þetta skilyrði að setja okkur persónuverndarstefnu og mig langar nú að hrósa þeim aðilum hér sem að hafa unnið að þessari persónuverndarstefnu fyrir sína framsýni og vera komið þetta langt með þetta plagg. Margir hverjir eru ekki lagðir af stað í þessa vegferð og það er auðvitað frábært fyrir okkur að vera þó allavega komið þetta langt með verkefnið. Nú það þarf að skoða með hvaða hætti þær aðferðir sem að verið að viðhafa varða friðhelgi einstaklinga og þeir sem eru með einhverjum hætti að vinna með þessar persónulega greinilegar upplýsingar þeir bera ábyrgð á því að með þau sé farið eins og lögin gera ráð fyrir. Og það er verið að krefja þess að einhvers konar persónuvernd farin í nýjan hugbúnað sem að verður búin til í framhaldinu og öll þau upplýsingakerfi sem verið að vinna með. Við erum nú búin að upplifa það núna undanfarið að menn hafa verið að sækja sér upplýsingar inn á Facebook án þess að fólk hafi haft hugmynd slíkt og þessi lög eiga að koma í veg fyrir slíka hluti og munu þá með einhverjum hætti gera það verkum að við verðum betur varin í framhaldinu fyrir fyrirtækjum sem ætla að misnota persónuleg greinileg gögn. Nú, það er síðan lagt á stórar eða opinberar stofnanir að hafa sérstaka persónuverndarfulltrúa. Væntanlega mun það vera gert hér með einhverjum hætti, hvort sem það verður starfsmaður á vegum sveitarfélagsins eða ráðinn inn í þetta verkefni. Nú, persónuvernd gerir einnig ráð fyrir því að þessi lög gildi
fyrirtæki sem ætla sér að selja inn á innri markaðinn. Þannig að þau verði þá að uppfylla ákveðin skilyrði ætluðu sér að vera að taka þátt í viðskiptum inn á innri markaði. Það þarf að fara yfir öryggisbresti sem geta verið til staðar og reyna að útrýma þeim eins og kostur er, og við verðum auðvitað sem sveitarfélag skyld fyrir því ef að finnast einhverjir öryggisbrestir hjá okkur. Og síðan en ekki síst er að brot á þessum lögum geta varðað háum sektum, og miðað við það sem að sagt þá gæti þetta verið alltaf 4% af árlegri veltu eða alltaf 20 milljónum evra sem að geta orðið viðurlög í þessum nýju persónuverndarlögum. Þannig að það ríður á að við vöndum okkur, og þess vegna er mikilvægt að þessi persónuverndarstefna sé til staðar og við getum unnið eftir. Hún er hér lögð fram í 14 liðum þar sem að Reykjanesbær ætlar sér og er að lýsa því með hvaða hætti við ætlum að umgangast persónugreinanleg gögn og með hvaða hætti við ætlum að upplýsa þá sem að eru til meðferðar hjá okkur, hvernig gögn eru geymt. Og þetta er að minni hyggju mjög merkt plagg og gott fyrir okkur að vera komin af stað með þetta. En ég ætla ekki að orðið laust ef einhver vil tjá sig um þessi gögn eins og við liggja fyrir núna. Það var umsókn. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að taka undir með Horsta. Það er ánægjulegt að sjá hvað við erum komin langt í þessu, og það er ástæða til þess að þakka þeim sem hafa unnið þetta fyrir okkar hönd, sem það sé nú fyrst og fremst Ásbjörn Jónsson og svo Hrefna Gunnarsdóttir. Ég vona að ég sé ekki að sleppa neinum, biðst á velvirðingar á því, en þau hafi allt svona veg og vanda þessu. Það er hins vegar þannig að það má segja eiginlega að eggið sé komið talsveit langt fram úr hænunni í þessu, og kannski vegna þess að hænan hreinlega hreyfist ekkert úr stað í þessu, vegna þess að lögin eru auðvitað ekki komin fram. Það er að segja minnst að ekki komin til umfjöllunar á þinginu, þó að þau að taka gildi 25. maí ef ég man rétt, og þegar að búið að samþykkja lögin þá eftir að setja reglugerðina sem á þá að liggja fyrir áður en að lagafrumvarpið tekur gildi. Þannig að við höfum nú auðvitað séð sveitarfélög sem hafa kvartað yfir þessu, og meðal annars var Reykjavíkurborg að gera athugasemdir við það að þetta ætti að taka gildi á þessum degi, að minnsta kosti væri þá ástæða til þess að taka sérstaklega fram að sektar ákvæðin myndi ekki taka gildi svo snemma. Ég held að það væri fínt fyrir okkur á þess að fara að dagsetja nákvæmlega seinni umræðuna, þá væri fyrri umræðan afgreidd hér og þessu vísa til síðari umræðu, og við reyndum þá að taka síðari umræðuna þegar að lagafrumvarpið hefur verið afgreitt og þegar að reglugerðin er komin fram, frekar heldur en endilega að setja þetta til síðari umræðu á næsta fundi og þurfa svo þá hugsanlega að taka þetta upp þegar reglugerðin er komin fram. En takk fyrir þessa vinnu. Voruð þið laust? Ég vil taka undir þetta með bæjarfulltrúa Böðvari. Það er auðvitað merkilegt að málið skuli ekki hafa hlotið framkvæmd inn á Alþingi þegar að vitað er að dagsetningin á þessu er 25. maí og mörg fyrirtæki ætla sér örugglega að styðjast við þau lög sem ekki er búið að setja. En það eru auðvitað ákveðin leiðarljósi í því sem að Persónuvernd hefur verið að setja frá sér og margir hafa farið af stað í þessa vinnu, en ég held að það sé bara rétt að skoða það að menn fara ekki í þetta til seinni umræðu fyrir en að við sjáum í lögin. Þannig að ég held að við ættum að taka það bara til skoðunar í framhaldinu, að við vísum þessu bara til seinni umræðu sem að verður þá tekin eftir að lögin eru klár. En orðið laust. Getum við þá
leggur forseti það til að þessu málinu verði bara vísað til seinni umræðu sem að ekki, og dagsetning á þeirri umræðu er ekki ákveðin. En þá það er ekki fleira á dagskrá? Jú, við afgreiðum þetta svona. Þá er dagskráin tæmd og við gerum hlé á fundinum á meðan að gengi yfir á fundargerð. Fimmhundruð fertugasti og fyrsti fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn að Tjarnargötu 12, 3. apríl 2018 kl. 17. Viðstaddir Árni Sigfússon, Baldur Guðmundsson, Böðvar Jónsson, Guðbrandur Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórhallsson, Ingigerd Sæmundsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Kristján Þór Jakobsson, Eysteinn Eyjólfsson, Davíð Páll Viðarsson, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og í forseta var Guðbrandur Einarsson. Fyrsta máli fundargerð bæjarráðs frá 22. mars 2018, forseti gaf orðalaust fundargerðina til máls tók Guðný Birna Guðmundsdóttir, fundargerðin samþykkt 11:0. Annað mál fundargerð bæjarstjórnar Reykjaneshafnar frá 13. og 27. mars. Forseti gaf orðalaust fundargerðina til máls tók Davíð Páll Viðarsson og fundargerðina samþykkt 11:0. Þriðja mál persónuverndarstefna Reykjanesbæjar fyrri umræða. Forseti gaf orðalaust stefnuna til máls tók Guðbrandur Einarsson og Böðvar Jónsson. Bæjarstjórn vísar stefnunni til seinni umræðu sem mun eiga sér stað eftir að lögin hafa verið samþykkt 11:0. Þeir sem samþykkja fundargerðina beinum ekki að merki. Hún er samþykkt 11:0. Fundargerðin verður því undirrituð og 541. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar er hér með slítið.